Öruggt framboð af endurnýjanlegri orku og góðu verði einn helsti kosturinn við að gera umskipunarhöfn fyrir norðurslóðasiglingar í Finnafirði á Langanesi. Þetta mat sérfræðings á sviði norðurslóðamála. Fraktsiglingar Norður-Íshaf eru ofarlega á baugi North Meets East ráðstefnunnar sem nú stendur yfir á Akureyri. Í dag var þar kynnt rannsókn á hve fýsilegur kostur stórskipahöfn í Finnafirði samanborið við aðrar tvær stórar norðurslóðahafnir, Múrmansk í Rússlandi og Kirkenes í Noregi. Höfundurinn segir Finnafjörð koma vel út úr þeim samanburði að mörgu leyti, þó ekki öllu. The other two Arctic ports are in existence and they have been operating for a long time and they are already servicing the Arctic transship route. But the project in Finnafjord is still not even in construction, it's just a master plan idea. Auk þess séu ýmsir óvissuþættir sem þurfi að rannsaka betur og til skamms tíma sé stórskipahöfn í Finnafirði því ekki endilega góður kostur. But there is one big advantage, very obvious one for Finnafjord, that is Icelandic energy structure. Due to the abundance of renewable energies and the cheap electricity price compared to mainland Europe and other countries, Iceland has definitely a competitive advantage. Hvað aðra kosti varðar, til dæmis í Eyjafirði eða á Austfjörðum, segir Bianca að tæknilegir erfiðleikar getur fylgt því að stækka hafnir sem nú þegar eru til staðar. So might be good to develop a new port and have a well planned from the scratch.